Í þætti kvöldsins kynnumst við Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur, atvinnukylfingi, kynnumst uppáhaldsholu Ævars Arnar, aðalleikara kvikmyndarinnar Albatross og sjáum hvernig Ragnhildi Kristinsdóttur gengur í spíðgolfi. Hvernig hefur gengið? Það hefur gengið bara mjög vel, svo lengi sem að veðrið er í lagi. Ok. Það er bara, ef það blæs, þá er ég bara alveg í tómu þjóni. Ok. Erfitt að stjórna boltanum í vindinum? Já, ég virðist ekki hafa nokkra stjórn á vindinum. Þú nærð ekki að stjórna vindinum? Það er ekkert mál með boltan? Það er erfitt að sérstaklega á móti, mér finnst erfitt að spila á móti vindi. Já. Svo er ég að vandræði með móti sól, það er alveg magni bara. Nei. En hérna á móti vindi, það er erfiðara? Já. Ok. Sko, það er náttúrulega nokkri hluti sem við þurfum að hafa í huga þegar við sláum á móti vindinum. Og meðal annars, og það fyrsta er að við þurfum að slá lausar í boltan. Leið og það komið vindur, þá ætla þær að æsast þeir upp og ætla að fara að slá fastar í boltan. Og það er eiginlega alveg bannað. Við þurfum yfirleitt að taka kylfu minna eða tveimur og slá bara laust í boltan. Því eftir því sem við sláum fastar í boltan, því meiri spuni verður á boltanum og hann spinna sig upp í loftið. Býtu minni, ok, segjum að ég ætla að slá hérna bara 100 metra högg hérna og það er, þú veist, mótlendur. Já. Og venjulega myndi ég nota vetsinn. Já. Og að ég teki minni kylfu, ég er ekki að fara í sandvetsinn þá. Nei, þú tekur í rauninni minna númer, eða lægra númer. Já, það er að fara í áttuna eitthvað svo leiðis. Já, getur tekið áttuna, sett boltan bara aftar í stöðuna í rauninni, sem að þýðir nær hægri fætinum fyrir rétthenta kylfing eins og þig. Já. Og slærði í rauninni aðeins lausar á boltan. En eins og alltaf þurfum við að klára höggið alla leið í gegn. Og í staðinn fyrir eins og við tókum í fyrra, við tökum 1 skref til vinstri, 2 til hægri, þá getur við rauninni tekið 2 skref til vinstri og 1 til hægri, þannig að boltinn er nær hægri fætinum. Og 1 afturbak og 1 áfram? 1 afturbak og 1 áfram, og svo hliðar saman hliðar og snú. Býtu, hvað segirðu? 1? Þá tekur við 2 þarna núna í staðinn fyrir 1 venjulega. Já, ok. Bara hérna? Já, og eina sem þú ætlar að gera öðruvísi núna er að þú ætlar ekki að sveifla eins fast, þú ætlar að sveifla þetta rólegar og klára alveg upp í loka stöðuna þína. Í miklu mótvindið þá var ég basically komin í splitt. Já, alltaf því. Og sérðu, boltinn spinna sig miklu minna heldur en höggið sem við vorum að slá áðan. Þar sem að boltinn fór miklu hærra. Og það er líka með að hafa boltan nær hægri fætinum og þá erum við búin að minnka fláan á kylfunni sem að slær boltan til að fara lægra, sko. Það var náttúrulega vandamál hjá mér líka bara þegar ég var að byrja, eða sem sagt, þegar ég var að byrja. Bara fyrir ekki svo löngu síðan að ná honum upp, sko. En þú kunni nú ráðið því, Ingi minn. Þú ert búinn að fara í gegnum það. Við erum búin að redda því. Geggjað. Þannig að þegar við erum að slá á móti vindi, við viljum slá lausar, við viljum taka kylfu meira og við höfum boltan aðeins nær hægri fætinum. En lykillinn alltaf, eins og í öllum höggum, klára sveifluna. Fara alltaf leið upp í loka stöðuna. Geggjað. Hörðu, það kemur fyrir að þegar maður er að leita að boltanum sínum að þá annarkvort stigum maður á hann eða sparkar til hans þannig að hann hreyfist úr stað. Hvað gerir maður í slíkum tilfellum? Í fyrsta lagi þá er 1 högg í víti. Þegar boltinn er í leik og þú ert að hreyfa bolta í leik, öðruvísi en með höggi. Og síðan þarftu að koma boltanum aftur á sinn stað. Þannig að þá, í þessu tilfelli, þetta var svona cirka hér, þá næ ég í boltan. Já. Þú sagðir að hann veri cirka þarna, það þýðir að þú veist ekki nákvæmlega hvar hann var. Og það þýðir að þú lætur hann þá falla. Þá læt ég hann falla. Ef þú veist ekki nákvæmlega hvar hann var, þá þarftu að láta hann falla. Svona, þá er hann komin aftur í leik og 1 högg í víti. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir er ein af efnilegustu kylfingum landsins. Hún er 23 ára GR-ingur sem hefur reynt fyrir sér í atvinnumennsku síðan í haust. Hún keppir ásamt Valdísi Þóru Jónsdóttur á LED Access mótorröðinni. Segð mér frá því, hvernig er að vera atvinnumaður í golfi? Það er bara ævintýri. Maður er alltaf að ferðast heiminn og lendir í ýmsu. Það gengur ekki alltaf allt upp á mótornum og það er alltaf að vera að aðlagast því. Hvernig er að vera nýliði á mótorröðinni?
Ég náttúrulega þekki ekkert af völlunum og að spila á alla í fyrsta skipti, þannig ég reyni alltaf að nýta báða æfingardagana. Spila 18 holur fyrir daginn og svo bara 9 holur daginn eftir til þess að kynnast aðeins völlinu betur. Og svo í fyrstu mótunum þá þekkir ekkert neinn og svo Valdís var einn daginn ekki mætt á sama tíma og ég. Þannig ég var bara ein að borða kvöldmat og þá maður svolítið svona, Hvernig hefur þið gengið í vetur? Bara mjög vel. Ég ætla ekki að vera með neinar væntingar fyrir þetta ára því það er bara fyrir reynslu og ég er búinn að spila 2 undir pari í móti þannig að það er sigur fyrir mig. Settur þið markmið fyrir veturum? Það var í rauninni bara að ná svona tökum á andlegu hliðinni og ég var ekkert með nein markmið, gagnvart mótaröðinni annað en að reyna náttúrulega að vera í topp 5 á stigalistanum af því að þeir komast beint á Evróputúrinn. Eru þið duglega að heimsækja hana? Mamma og pabbi hafa verið duglega að kíkja á hana. Mamma er náttúrulega búin að vera kaddi hjá henni í nokkrum mótum og það er náttúrulega planið að ég kíki í móti hjá henni næstunni. Og þið væntanlega gerið allt sem í ykkar valdi stendur til að styðja hana? Já, bara 100% stuðningur frá fjölskyldunni myndi ég segja. Hjálpar það þér að vera búsett í Þýskalandi? Já, klárlega. Það eru betri aðstæður til að æfa og vellirnir betri og veðrið mun betra held ég. Og svo er þetta svo miðsvæðis í Evrópu. Ólafía er ríkjandi Íslandsmeistari í golfi en hún vann þennan eftirsótta titil einnig árið 2011. Ólafía býr ásamt Tómas, þýskum kærasta sínum, í bæ sem heitir Kolbens sem er klukkutíma fjarlægð frá Frankfurt. En þau kynntust þegar þau sóttu Wake Forest háskólann í Norður Karólínufylki í Bandaríkjunum. Það var mjög góð reynsla. Maður lærði svo mikið og var svona sjálfstæðari og bara lærði að æfa við bestu aðstæður og hvernig maður á að æfa. Með liðinu mínu þá þurftum við að æfa 3 tíma á dag pluss kannski klukkutími í ræktinni. Þannig að þetta var alveg bara svona prógram. Segðu mér aðeins frá því þegar hún var barn og var að feta svona sín fyrstu skrefi í golfinu. Hún hún elti svolítið mig og stórubróður minn út af vellinum fyrst og var alltaf bara að herma eftir okkur. Og hún var alltaf með rosalega góða sveiflu. Við bara sá það, hún var með náttúrulega góða sveiflu. Rosalegt keppnisskap. Hún þoldi ekki að tapa þegar hún var lítil. Það er sérstaklega fyrir okkur stóru bræðrunum. En hún er alltaf bara rosalega góð og góð við alla. Það er svona hennar karakter. Hún bara frábær einstaklingur, myndi ég segja. Hverjir eru svona þínu helstu styrkleikar í golfinu? Nýlega þá er ég búin að vera algjör chip og input maskína. Ok, sýndu mér hérna. Það þýðir ekkert að segja bara svona. Þetta var nú ekki gott. Þú færð 3 sko. Ég færð 3. Ég veit að ég setti þig undir pressu. Ég var að flýta mér. Já, þetta er tryggt. En svona veikleikar þá? Ég er búin að vera að ströggla smá með sláttinn núna nýlega. Þess vegna þarf ég að vera að binda á maskína. Er kærastinn þinn í golfi? Hann er að byrja. Hann er alltaf að senda mér einhver vídeo og ég var á æfingasvæði og Ok. það er mjög fyndið. Hann heldur reyndar að þetta snúist allt að slá sem fastast. En svo sýni ég honum, pröfa bara að slá laust og þá fyrir boltinn svona fallega og upp í lofti. Svo reynir hann aftur og þá fyrir hann bara að rúla. En er það ekki það sem að 90% kylfingar er að glíma við? Við ætlum alltaf að dúndra boltanum og gleymum því alltaf inn á milli að það snýst rytma. Nákvæmni líka. Þetta snýst að fara beint. Beint og rétta lengdin, sko. Við skulum enda eiginlega á byrjuninni. Hvenær byrjaðir í golfi? Ég pröfaði golf eitthvað svona 9 ára, en svo byrjaði ég ekkert að spila eða keppa en eftir svona 12 ára. Hvað kom til að þú byrjaðir? Bara allir í fjölskyldunum minni voru í golfi. Það er nú oft þannig að þeir sem eiga fjölskyldur í golfi, þeir svona leiðast út í þetta og oft með
á þess að ég ætla að vera svona að dæma, þá oft með kvenkynsgólfur að þið byrjið aðeins seinna heldur en strákarnir. Já, það getur vel verið. Það ekki, af hverju heldur það sé? Ég veit það ekki. Strákar kannski þora að fara út á völl sjálfir og stelpurnar eru kannski feimnari við það. Það eru ekki með hóp. Voru vinkonniðinu með þér? Já. Ég tók hérna 2 vinkonur mínar með mér á golfnámskeið. Og ég átti besta vin líka. Við vorum hérna 3 saman. Ég sé bara kæra þakkir í spjallið. Já. Og gangi ég vel. Takk fyrir. Ég heiti Ævar Örn Jóhannsson, aðalleikari kvikmyndarinnar Albatross. 9. holuna Bakkakoti, það er uppáhaldsholan mín. Ævar, 9. hérna á Bakkakoti. Hvers vegna? Hvers vegna? Það er nú held ég bara svona aðalega sveitastemningin við þennan völl sem heillar mig. Já, þú ert nefnilega bolvíkingur, eða ekki? Jú, og það er hérna, ef maður fættur uppalinn við hennan 9 holu völl sem er hentugur fyrir svona, já, þegar maður hefur stuttan tíma. Já. Það er bara að skella sér og taka nokkrar holur. Og þá er hérna gott að segja að leita aðeins út fyrir bæjarmörkin á hérna á þessum stóru völlum. Og náttúrulega 9. holan, það gefur augaleið. Hérna er styst í draumahöggið. Hér er styst í draumahöggið. Og það býður bara að vona að detta einhvern tímann. Já, já, hér áttu möguleika. Þú áttu náttúrulega væntanlega margar uppáhaldsholur þá fyrir vestan. Jú, það er hérna eins og maður þekkir þann völl út í gegn. Búinn að spila hann síðan maður var púki. Já. Og hérna, það er nú fræg hola hérna 4. sem kemur fram í myndinni Albatross sem er hérna gólmyndin sem er að slá öll hérna met í ár. Akkurat, og þú leikur í. Svo ég leik í sko og með framliði. Gott plögg hjá þér. Já, þakkaði fyrir. Og það hérna er 4. holan í Bolungarvík. Hérna, hún er frekar stutt par 4. Já, hún er reyndar 260 metrar og ferð eftir brautinni en maður getur stýtt sér skemmtilega leið. Og þá er hérna ekki verið draumahöggi í dagra við Albatross sko. Og þar hefur það myndi verið ekki slegið sko. Heyrðu, það er reyndar hljóma mjög vel en hérna, hér líður eins og heima hjá þér. Já. Þannig að ég er að hugsa að bjóða þér bara að gjöra svo vel og aðtöku hvort draumahöggið kemur núna. Við vorum bara að sjá hann til. Þetta er ekki drauma en mjög gott högg. Segðu mér aðeins frá myndinni Albatross. Hún fjallar hérna strák sem heitir Tommy, sem ég leik. Hann hérna flytur vestur hérna á firði með kærustunni og byrjar að vinna þar á golfvellinum undir Pálma Gesson sem leikur yfirmanninn Kjartan sem er ansið erfiður að díla við. Og þar er honum mikið í munum að vinna yfir sveitakeppnina, að fá að halda hana í fyrsta sinni í Bolungarvík. En Ísfirðingarnir sem eru þeirra erkióvinir í myndinni, þeir eru að reyna að klekkja á honum til að fá keppnið yfir til sín. Já. Heyrðu, snúum okkur þessari holu. Hún er nýbúið að breyta henni aðeins. Hún er mjög falleg. Ég er bara sammála því, þannig að ég hef ekki komið eftir breytingar. Mjög skemmtileg. Já, skemmtilegt til þess að slá hérna yfir allar skóginn hérna á vatnið. Þótt hún sé ekki löng, 82 metrar, þá er hún svona smá ógnvekjandi með vatn á alla kanta. Já, það er alveg, maður má ekki vera að mista þessu of mikið hérna sko. Nei. En maður er of gráður. Herru, ég slapp, þannig að ég ætla að ganga boltanum mínum. Þú ert ekki nema einhverja 4-5 metra frá, sko, þannig að... Enga pressu hérna. Lók kallinn. Já, strákinn. Þetta var ekki fugl, en... Nei, Albatross segi ég, en fugl var það. Fugl var það. Þarna. Örugt par. Solid par. Það má gott að gefa því. Herru, kæra þakki fyrir að spila þetta með mér hérna. Já, bara takk fyrir að hafa í hattinn. Þú mætir í bíó, eða ekki? Jú, ekki spurning. Það er vel. Verður ekkert smeyk, þú lítur hérna upp og veist hvað er í vændum. Þetta er mjög lengra frá teiknum eins og gríninu upp, sko. Já, ég getur verið sammálað. En ertu búinn að ákveða hvernig þú ætlar að takla þetta? Hamla dræfi eins langt og ég get og reyna að koma mér inn á í 2. Ok, þetta er bara fín taktík. Ég held að hérna, þú veist, það er smá meðvindur og ég held að þú sért bara í fínum málum með þetta. Þangað til annað kemur í ljós. Þangað til annað kemur í ljós. Ég ætla ekki að hræða þig neitt, sko, ekkert ekstra mikið.
En höfum bara fyrst og fremst gaman að þessu algjörlega. og ég ætla bara að bjóða þér að gjöra svo vel. Takk. Bara setja í. Hlærðu bara? Já. Herðu, þú varst hérna eiginlega bara opinn í öðru haukinu. Það dreif ekki alveg Já. inn á. Það bara lélegt. Frábært dræf. Það var mjög gott dræf. Og það eiginlega bara ekkert hægt að kvarta yfir þessu vegna þess að tíminn er 2:28:53 sem kemur í 3. sæti. Ok, flott. Og þú fórst á pari, þannig að 7:28:53 er svona þitt speed score stig eins og við köllum það. Já. Hvernig fannst þér þetta? Miklu erfiðara en ég hélt. Ég er ekki alveg nógu hreyfiformi, skal ég viðurkenna það. Já, þannig að þetta var svona ívistremna. Hvaða hluti fannst þér erfiðastur? Lokaspretturinn, aðeins upp á móti. Já, þessi hérna síðustu 100 metrarnir. Já. Já. Heyrðu, það var gaman að fá því í þáttinn. Takk fyrir þetta. Takk fyrir mig. Ekki tókst Ragnhildin á fyrsta sætinu, en hún tyllir sér í það 3. Sem fyrir Valdís Þóra í fyrsta, Sigurð Þór í öðru sæti, þá Ragnhildur og loks þeir Ríkharður Daðason, Gísli Sveinbergsson og Arnar Grant. Í næstu viku mun svo Guðrún Brá Björgvinsdóttir reyna fyrir sér í speedgolfi. Ragga, við erum alltaf að læra eitthvað. Hvað ætlar að kenna okkur í dag? Í dag ætla ég að tala um gripið. Mér finnst ómögulegt að koma í svona frábæran þátt eins og þáttinn þinn nema að tala um það, af því að það skiptir svo miklu máli. Ok. Hvað er það sem að fólk þarf að hafa í huga þegar það fer yfir gripið þessar? Alveg sama hvort fólk er að byrja eða búið að vera lengi í golfi, þá vill gripið aflagast hjá okkur. Þannig að ef við erum ekki alltaf að passa það, þá leitar kylfan úr fingrunum, þar sem hún á að vera, og inn í lófan á mér. Við það, þegar hún leitar inn í lófan, þá er hreyfing úlnliðanna orðin skert miðað við það sem að hún getur verið og það hefur mjög mikil áhrif á hreyfingar líkamans þegar ég ætla svo að fara að slá golfboltann. Það sem gerist oft á tíðum er það að af því að við höfum ekki hreyfinguna í úlnliðunum, að þá þarf fólk að fara að hreyfa sig og hreyfa sig á annan hátt heldur en hentar vel. Til dæmis bara það þegar fólk er að beygja olnbogann og draga til sín kylfuna, þá er það oft af því að gripið er inn í lófanni á fólki. Eins sjáum við ofta að fólk er að lyfta og það kemur svona kasta yfir hluta líkamanns, oft af því að gripið er ekki í lagi. Og þetta hefur að sjálfsögðu slæm áhrif á snertingar, við fáum léleg högg og þetta hefur mjög mikil áhrif á högglengd og þar vilja nú allir bæta sig. Já, það er svona sammerkt með kylfingum að þeir vilja flesti slá langt. En sýndu okkur þá hvernig ef maður getur sagt rétta gripið. Já, það eru margar leiðir og þær eru misgóðar finnst mér. Við þurfum að reyna að finna leið sem hentar okkur og góð leið er leið þar sem ég næ að taka utan um kylfuna án þess að það sé spenna. Okay. Í gamla daga fólki sagt þetta á að vera óþægilegt, ég er ekki sammála því. Ég er búin að teikna hérna númer í hendina á mér. Já. Ef að þetta er númer 1, þessir 2 fingur hérna eru númer 2 og þessir 3 fingur hér eru númer 3. Og þá get ég sagt að ég ætla að taka gripið í 3 skrefum. Okay. Og ég byrja á að láta númer 1 snerta kylfuna, síðan kemur númer 2 og númer 3 eftir réttri númeraröð. Ég læt höndina hanga svona niður með síðu og þá snýr handabækið svona fram. Bara í afslappaðri stellingu? Já, afslappaðri stellingu. Og ég vil fá númer 1 til þess að setjast hérna ofan á miðja kylfu, hérna. Næst kemur númer 2, ég læt vísifingur og þumal
taka utan kylfuna og þið takið eftir því að þumallinn minn hann liggur ekki ofan á miðju. Þegar að fólk lætur þumallinn liggja ofan á miðju eins og var kennt í bókunum í gamla daga, að þá fáum við oft kylfuna fyrr inn í lófan. Það hjálpar okkur að hafa hann pínlítið hérna yfir miðjuna. Þegar ég er búin að taka númer 2, að þá leyfi ég númer 3 að setjast létt á kylfuna. Það að ætla að gera þetta svona fyrir framan mig eins og ég er að gera núna er erfiðara heldur en hreinlega að láta höndina hanga hérna niður með síðu. Þá get ég verið algjörlega afslöppuð í hendinni. Ég tek á móti kylfunni, ég byrja á að láta 1 setjast hérna ofan á, síðan kemur númer 2 afslappað og númer 3 koma svo í lokin. Svo lyfti ég kylfunni. Þá eru bara hálnu, þá eru það hægri hendin. Já. En ef að vinstri er góð, það er að segja fyrir rétthendan leikmann, við megum ekki gleyma örvhentu kylfingunum okkar, að þá verður hin höndin sem er fyrir neðan, hún verður yfirleitt bara til friðs. Það er svona mun algengara. Þessi skapar vandan oft á tíðum. Þannig að ég læt höndina koma hérna upp að, þetta er eiginlega bara, hún kemur bara hérna upp að. Ég er með svona grip þar sem ég legg litla fingur hérna ofan á. Við sjáum góða kylfinga, krækja líka, lágforgjafa kylfinga, en við þurfum að passa okkur á krækjunni. Þeir sem krækja, þeim hættir til þess að krækja of djúpt og eru þá komin með kylfuna inn í lófan á þeirri hægri og það er ekki gott. Nei. Það því við fáum alls konar vandamál með því. Þannig að ég vil passa mig á því að láta kylfuna liggja í fingrunum hérna á þessum 3 og svo sest höndin hérna ofan á og þumall er eins og pulsa í pulsubrauði hér. Þegar við svo horfum framan á gripið, þá sjáum við að þumallinn er horfinn, þumallinn á vinstri er horfinn, þumallinn á efri hendinni og gripið á kylfunni sést ekki af því únliðurinn minn situr allir þarna ofan á. Þannig að þú mælir með því að kylfinga leiti sér að ráða varðandi grip ekkert síður en sveiflu. Nei, því að laga gripið, það hefur áhrif á sveifluna og ef þú reynir að laga sveifluna þína áður en þú laga gripið þitt, þá ertu bara að sópa ríkinu undir mottuna í staðan fyrir að koma því út úr húsinu. Hvað getur þú lagað með gripi? Það er mjög algengt að hinn almenni kylfingur sé að slæsa og risastór þáttur í því er gripið, til dæmis. Gott mál. Kæra þakkir fyrir þetta. Gangi ykkur vel. Alexander, þú ert að taka þátt í þessum raunveruleika þætti. Hvernig reynsla var þetta fyrir ykkur félagana? Þetta var bara ótrúlega skemmtilegt. Þetta var vantilega 20.000 manna fjöldi sem var að reyna að komast inn á þátt og við komumst inn og ég rétt náði að taka einn Íslending með mér og þetta var valin út úr 5 Íslendingum kylfingum. En hérna ég valdi Pétur Freyr Pétursson. En hvernig er aðdragandinn að þessu? Ég var í heimsmeistaramótinu í spýtgólfi og þaðan fékk ég invitation til að komast í þáttinn. Þannig að vissi ég af honum og þetta var bara ár áður að þetta var í upptökur og í febrúar. Þannig að ég valdi minn liðsmann, Pétur, og við sóttum og þetta var rosalegt tímataka, sko. Það tók heilt ár til að komast inn en ég rétt náðum. Ég horfði á fyrstu 3 þættina, þetta er stórskemmtilegi þættir, ég tek það fram. Mjög spennandi og ég ætla mig að segja frá því að þeir eru komnir áfram og þeir í 4. þátt. Já. Og þetta með því fyrirkomulagi, það er alltaf, fellur alltaf einn úr leik, eins og gengur. Þetta er bara survivor of golf. Akkurat, þetta er svona golf survivor. Alltaf do or die. Akkurat. Hvernig var undirbúningurinn? Þetta er náttúrulega mikil framleiðsla, sér maður. Já, það var ekki mikið hægt að gera hérna. Þetta var í febrúar þegar við fórum til Jamaica. Þannig að ég var hérna á Íslandi yfir jólin og nýjárs. Þannig að það var ekki mjög mikil golfæfing í gangi, bara innanhús á netum og svoleiðis. En ef þið sjáu biografíu okkar, þá er það mjög fyndið að við erum að slá bolta af ísjökli og ströndum út allt hérna. Þú mátt væntanlega ekkert segja síðan gangmála í framhaldinu. Þú ert bundinn þagnareið. Já, það er $1 million lawsuit í gangi hjá NBC. Þannig að ég næ ekki að pumpa þig neitt að viti. Nei. En reynslan skemmtileg? Reynslan er mjög skemmtileg. Þetta var bara draumur. Spesially að fara til Jamaica og spila á White Witch og Cinnamon Hill. Verða keppendur nánir í svona þáttum? Eða er þetta raunveruleg keppni mann á milli? Já, en við erum svona svolítið læstir inn í svona hóp. Þannig að við getum ekkert farið neitt
út úr hópnum. Þannig að við erum að borða morgunmat saman, hádegismat saman, dinnerinn. Þannig að ef einhver dettur út, þá er þetta mjög sorglegt fyrir liðið sem að dettur út, sko. Þannig að þið verðið eignist þetta vini á staðinn? Já, við erum öll mjög góða vinir. Heyrðu, ég bara hvet alla til að fylgjast með þessu áfram. Þetta er mjög skemmtilegt. Þúsundur íslenskra kylfinga leika þessar mundir á meistaramótum klúbbanna sem haldin eru víðsvegar landið. Fyrir þá sem ekki þekkja til þá er keppt í 3-4 daga og geta allir kylfingar tekið þátt en skiptir upp í flokka eftir getu. Þá er einnig keppt í ungleikaflokkum og flokkum eldri kylfinga. En ljóst er að meistaramót skipa veigamikinn sess í hugum íslenskra kylfinga. Þetta er einhver stemning, maður kemur hérna okkar einasta degi, hittir fullt af fólki, maður er að fylgjast með öðrum, maður er að fylgjast með skori annarra og annað slíkt og fyrir mér er þetta eiginlega bara eins og árshátíð klúbbsins, 4 daga árshátíð og ómissandi algjörlega. Mér finnst þetta einhver skemmtilegasti tíminn hérna í klúbbnum, það eru meistaramótin því að þá er maður að spila svona alveg alvöru og líka spila með fólki sem maður kannski ekki alltaf að spila með. Beitir gamall þjálfari einhverju sérstakir tækni á sjálfa því? Já, ég þegi. Það er munurinn. Aldrei slíkum vant þá eða? Aldrei slíkum vant, sko. Það er ekki hægt að skamma neitt. Þannig að það er engin dómari til að röfli eða neitt. Þú ert bara að berða ábyrgð á þessu sjálfur algjörlega. Þetta er hápartur, þetta er hápunktur golfsumarsins. Algjörlega. Heil vika, bara golf. Og það er það sem skemmtilegt félagskapurinn og allt í kringum þetta? Það er golf á daginn og partí á kvöldin og já, þetta er eiginlega, kemst ekkert í svipað líkingu við þetta. Það er bara ákveðin stemning í meistaramóti sem að svífur yfir og svo náttúrulega félagskapurinn og veðrið og allt slíkt. Allt saminast þetta í góða og skemmtilega umgjörð? Heldur betur. Ég held að þetta sé fyrst og fremst bara að hafa gaman. Mér heyrist það hérna á fólkinu í kringum mig og ég tek undir það alveg sjálf. Golfklúbbur Reykjavíkur er án efa með stærsta mótið á Íslandi en þar taka 550 kylfingar þátt. En bæði er keppt á Grafarholts og Korpuvelli. Þá keppa 330 kylfingar hjá Keil í Hafnarfirði og hjá GKG, 275 hjá Oddi og 130 á GA svo eitthvað sé nefnt. En þar sem keppt í höggleik getur ýmislegt gerst í meistaramóti. Ég á mjög frægt 20 höggasving á milli hringja. Það var 76 og svo 96 daginn eftir, þannig að þetta er ekkert mál. Áttu ykkur skemmtilega sögur af meistaramóti, ýmislegt sem kemur upp á væntanlega? Það var helst það sem var að gerast hérna áðan. Það var að spila 9. brautina og boltinn lenti inn í bílageymslunni. Ég veit ekkert skemmtilegra eftir þetta. Og hvað er gert þá? Hann er át á báns og verður að fara á sama stað aftur. Úrslit og nánar upplýsingar meistaramót klúbbanna má finna á golf.is. Í næsta þætti spreytir Guðrún Brá Björgvinsdóttir sig í spýtgolfi. Við kynnumst Birgi Leifi Hafþórsinni atvinnukylfingi, auk þess sem Ragga Sig leggur fyrir æfingu vikunnar.